eitt af því sem getur reynst snúið við sauðburðarhjálp að átta sig á því hvaða líkamshluta maður að halda og hvernig líkamshlutarnir snúa á lambinu. Og þá ég fyrst og fremst að tala sem dæmi að hvort að haldið fram- eða afturfót þegar farið inn og ekkert hægt að nota annað en fingurna til að átta sig á stöðunni. Gott ráð sem hefur reynst mér mjög vel sem dæmi til að átta mig á því hvort að ég haldi utan fram- eða afturfót í rauninni að telja liðina frá klauf og upp úr þangað til maður lendir á kúlunni eins og ég kalla það. Til að útskýra það nánar þá get ég bent á að ef við byrjum þá bara neðst á afturfæti að hér þá klaufin, það rétt fyrir ofan koma fyrstu liðamót ef maður bara fikrar sig upp fótinn og telur og strax við næstu liðamót kemur konungsnefið eða kúlan þar sem hásinin festist á. Og þá á maður að vita að það haldið afturfót. Ef við færum okkur svo að framfæti, þá byrjum við hérna niðri, finnum klaufina, fyrstu liðamót, eftir það, höldum svo áfram upp. Hérna eru liðamót sem að margir kalla hnéð þó það sé ekki kannski alveg hárrétt að gera það en að mörgu leyti rökrétt. Og þar engin kúla. Og svo á næstu liðamótum fyrir ofan þá finnum við kúluna hérna sem hinn eiginlegi olnbogi. Það þá 1, 2, 3 að framan og aftan 1, 2. Þannig getum við vitað hvort við höldum fram- eða afturfót. Og þessu auki má benda á að þegar verið að átta sig á því hvort að höfuðið snúi upp eða niður að lambið með framtennur einungis í neðri gómi. Já, það alltaf gott ráð ef að því verður mögulega komið fyrir þegar verið að rétta úr fótum, hvort sem það afturfætur eða framfætur, til að vernda legið þá gott að halda klaufina þegar verið að rétta úr ef, eins og ég segi, ef það mögulega hægt og pláss til þess. Sjáum hvort að líkanið geti þóknast mér og þá þið rétt úr fætinum á þennan hátt. Já. Ég nota þetta nú mjög sjaldan. Já, hvenær notum við það þá? Bara ef mér vantar eitthvað sem aðeins stífara, þá stundum nota ég þetta. Já. Svo slitnaði vírinn í morgun sem ég hann aðeins stífara en þessi vír. Já. Ég get svona mótað hann hefur við líka notað, sem bara rafmagnsvír sko. Já, einmitt. Sem kóparþræði mjúkum inn í. Já. En ég nota mest þessi hérna bönd. Já. Þau eru bara pelvan gatt sko. Þau slitni ekki og auðvelt að brjóta þau og auðvelt að þrífa þau. Já. Svo getur maður bundið alls konar hnúta á þau og losnar alltaf. Svo á maður heila rúlla af þessu þannig að maður notar þetta í 2-3 daga og svo hendur maður bara bandinu og fær sér nýtt og alltaf með hreint. Já, nákvæmlega. Geymir þetta svona í spritti. Já. Svo þetta bara jóð og handspritt. Já. Droparnir. Já. Ég á alltaf svona kickstart. Já. En ég reyndar eftir ég fór að þræða þau með magaslöngunni frá KB þá þarf ég ekki að nota kickstart því ég set bara broddinn beint ofan í og hann virkar miklu betur finnst mér. Já, og það náttúrulegra líka. Já. Svo þetta nú ekki voðalega mikið meira held ég. Nei.
Nei, alls ekki. Þetta eru þessi dropar sem maður getur keypt í dýralækni. Já, já, sem kostuðu svaka mikið. Já. Akkurat. En það er miklu minni lykt af þeim. Já, það. Kannski svíðaðir eða eitthvað, ég veit það ekki. Svo er þetta náttúrulega bara nógu mikið af þessu. Já, nákvæmlega. Þetta er nú aðalatriði líka. Já. Dropa. Ok, æskunni. Hvað er greið? Ég er með það. You mean like this? No, it's here. Ég er með það. Hvað ertu að gera í munninum? Ég bara halda tungunni alveg uppi Já, og opna bara öndunarveginn eins og hægt er. já, Til að það sé hægt að eigi sem auðvitað með að anda. já. Svo er ég eiginlega alveg hættur að setja spotta á lappirnar þegar það er erfiður burður. Sett bara á hausinn og held bara við lappirnar með fingrunum til að koma aftur í grindina. Því ef maður er að tósa eina löpp út, setja spotta, svo fer maður að eltast við hina löppina. Þá er maður svo lengi að krafla inn í rollunni að maður getur verið að eyðileggja naflastrengi og rífa eitthvað sem maður á ekki að vera fikk í. Þannig að ég er eiginlega alveg hættur að ég reyna að gera þetta eins hratt og hægt er án þess að vera að skemma eitthvað. Já, akkurat. Þannig að ég veit að við gerðum þetta alltaf, við settum alltaf spotta á báða lappir en þá var maður bara miklu lengur á hlutunum. Já. Og varst að setja meiri óhreinindi inn en þú þurfti kannski. Já. Það er svona það heilsta sem þú myndir verið að koma að. Já, og ef það er mjög stór horn, þá reyndar á sníu hausnum oft örlítið, þannig að annar horni komið sér sett eiginlega í toppinn. Því að mjaðmagrindin er náttúrulega þannig að þar víkkar hún. Já. Þar fær maður möguleika til að maður getur tósa ef að lampið kemur rétt, en alltaf þegar það smellir þá er það því að það snýst aðeins til, þannig að maður snýr því strax sjálfur þegar maður fer að toga, þá eykur að líkurnar á að ná því fyrr út í grindina ef það er erfitt. Og já, þetta er nú það sem ég er svona aðalega að pæla þegar ég er að hjálpa. Svo með afturfættafæðingar er það bara, ég eiginlega veit ekki hvað er besti. Ég er búinn að pröfa alls konar hluti og mér gengur misjafnlega með alla. Já. Mér hefur reyndar gengið best með að setja á baki nú. Svo reyndar heyrði ég eitt í gær, nýtt, sem ég þarf að prófa. Það er að það liggja bara venjulega, svo byrjar maður að toga það út og þá nær maður sér í handklæði, svona á einhverju þunnu efni, ekki óþykkt. Já. Og þá getur maður ná taki á ullinni á bakinu. Já, akkurat. Og sem sagt togar Já. eins nála kindin og hægt er upp og út í staðan fyrir að toga alltaf í lappirnar. Já. Að reyna að ná sem sagt taki ekstar ofan í bakið. Já. Og það á að vera hægt með einhverju handklæði því að þá farið grip, sko. Auðvitað. Ég þarf að pröfa það næst. Já. Ég hefði þurft að pröfa það í dag, ég átti bara ekki handklæði. Já, já. Svo hann verði ekki fyrir. Leggja lömbir bara á þessu. I already showed her because she has like a special color. It's new in Iceland. Síðan er svona poki með gati fyrir höfuðið. Já, já. Ófæg onni þessi börnir. Setjum við þetta hérna á ofan. Can you put ófæg in? Já. This. Já. Já. No. Nei, gott með hann. Þetta er frábært. Ég har þetta minn. Aðeins svo stór. Já, já.
Magnað. just want to show how this works. Já, Svo getum við lokað. já. Þetta er örugglega lítið fyrir hann. Já. Það er fótoklips með. Nei. Svona já. Pínu eisa það er svo. Heyrðu. Like a carry-on bag. Glæsilegt. Þetta er ekki? frábært. I need Það this getur hún verið. to get her to Germany. Þetta er magnað. Then I just say I'm this leaving to before you. Þetta er rosalega gott hérna upp á að Yeah, but it doesn't mind. svona hitta þau bara hægt og rólega. Já, Ef maður nákvæmlega. setur þetta langt fram þá verður það oft svo móð, þau Já. hitna svo rosalega hratt. Já, akkurat. Ef maður setur þetta bara Já, þá bara svona hitna hægt og rólega og Já. það munar rosalega miklu. Þetta er bara rafmagnsvír. já, Þetta er nú svona rafmagnskapli sem er svona stjátt en já. svo sem bara bundinn saman hérna. Já, Og burðargel. Ég nota ekkert annað og Nei. þarf ekki annað eins og nei, það er nú gott. Frábært. Þannig að það er, Mjög einfalt. já, það er hérna. Og hvað er annars hérna í kassanum? Það er nú það er ekki allt mjög bókin og merkin, Já, pensilinglas, já, magaþanga, já. markatöng og jóð. Brollur. Það er svoleiðis. Já, hérna er eitthvað mjólk sem ég var að gefa þurrum. Já, Einnota hanskar og svolítið drass. einmitt. Já, sáraspröð. Já, Já, bara svona safnast alltaf aðeins meira en á að vera. nákvæmlega. Já. Og þessi töflur á móti, Já, þetta eru svona bara töflur við slefu eða svoleiðis. Ég gef svona töflur sem veikjast og litlum lömbum og þrílembingum. Já. Svoleiðis. Burðarhjálp, það er náttúrulega rosalega gott að hafa svona burðargel og mér finnst þetta besta gelið þetta. Þetta er svona mjög sleipt og gott fæst við fáum þetta hjá Stefáni dýralækni. já, Svo notum við þennan alveg ofsalega mikið. Við fengum reyndar annan svona úr gúmmíi já, en hann er svolítið teygjanlegur þannig að mér finnst þessi svona öruggari. já. Er það bara svona þvottasnúra? Já, þetta er þvottasnúra og það er mjög auðvelt að þrífa þetta Já, og þetta er svona hæfilega stíft. já, Og þá sko, setur maður þetta bak við náttúrulega horninu eða hitt og þó það sé geimdur og það setur maður það bara aftan við hnakkan og svo passar maður sig að þræða sko, svolítið niður með kjálkunum svo spottin fari ekki af. Það sem við gerum með spottin er að laumar hann svona hérna, þræðir hann með puttunum hérna á bak við hnakkan, náttúrulega auðvelt ef það er hot það smegir maður hann með yfir en þó það sé ekki hot þá nær maður yfirleitt að skorða hann svona hérna bak við og svo þræðir maður hann svona niður með, passa sig að þræða hann svona niður með kjálkunum. Því ef maður er með hann of ofalega þá skreppur hann bara af, en ef maður nær að þræða svona hérna niður með, þá helst hann alveg ótrúlega. Og svo reyni ég yfirleitt þegar ég er að tosa, þá reynir maður að hafa lappirnar svona hérna einhvern veginn, svona, þannig að maður viti af þeim, framlappirnar, og þessi ég svona fram með. Og svo reyni ég yfirleitt að hafa svona einn putta, kannski vísifingur eða baukfingur, undir hérna hökunni til þess að stýra lambinu fram í grindina. Því að það náttúrulega má ekki, ef maður tósa bara upp bottana þá er hægt við að nefið fara niður Já. en þannig verður maður að hafa svona einn putta undir og þá yfirleitt stýrist það bara mjög vel. já, Og svo það sem við notum fleira það er einstöku tilfellum ef það er mjög, ef það er kannski ærinu búin að vera lengi eða einhverju hlutu vegna það er allt þurrt og stundum maður vera með stóra kannski einlembinga og vill hérna vera vissum að ná því svona tiltölulega hratt út og þá setjum við burðargel, drögum við bara upp í svona sondu og hérna, en það verður að draga upp í sprautuna því það er ekki að draga upp í gegnum rauði því að það er svo stíft gelið en setjum svo bara hérna stútinn á og svo þræðum við þetta inn með grindinni og sprautar, maður helst að halda svolítið við hérna því þetta er svo stíft en maður nær að sprauta svolítið gelið inn með grindinni
svona hjálpa það til, liðka fyrir meðan lambið að komast út í gegnum grindina. Þetta svona það sem við látum þetta helst. Já. Og aðalega náttúrulega bara slím og spotti. Já. Ég var eftir það sko þegar það eitthvað að og maður að greina það, að það sem kannski oft erfiðast að greina þegar lambið ber alveg kolskakka, til dæmis ef það kemur bara hryggur, að þá fá þær ekki sko neitt rembing, en maður sér bara að þeir standa svona í keng, kemur kannski ekkert endilega frá þeim, yfirleitt aldrei belgur, kannski eitthvað smá blóðlitað slím eða eitthvað, en ekki belgur, og þannig að það er svo erfitt ofta að átta sig á því að það sé að bera, og það þarf svolítið að vera vakandi fyrir því að checka á þeim þegar þær eru standa svona í keng og líður illa, en engar aðrar vísbendingar maður sé að bera. Og þá er það mjög ofta svona bara hryggur eða eitthvað alveg kolskakkt.